Ein elsta sútunaverksmiðja heims í Marokkó. Hún að minnsta kosti 900 ára gömul. Hér á landi aðeins eftir ein sútunaverksmiðja, Sjávarleður á Sauðárkróki sem var stofnuð 1969 og hét þá Loðskinn. Hún var valin fyrir skemmstu besta sútunaverksmiðja í Evrópu árið 2016. Við skulum skoða hana nánar. Gunnsteinn Björnsson, framkvæmdastjóri, ætlaði fyrir 25 árum að finna sér sumarstarf. Sóttu í Loðskinn eins og það hét þá og nú framkvæmdastjóri yfir verksmiðjunni, stýrir þar 22 starfsmönnum og tók hann á dögunum á móti verðlaunum í Hong Kong fyrir bestu sútunaverksmiðju Evrópu árið 2016. Slíka útnefningu aðeins hægt að hljóta einu sinni. Þetta eru svolítið skemmtileg verðlaun. Þetta eru verðlaun sem eru veitt í þeim tilgangi að draga fram það sem vel gert í sútunaviðnaðinum. Og þá verið að horfa til svona tæknilegra þekkingar, til hvernig við höndlum efni og umhverfislega, samfélagslega. Það eru raunverulega bara heildin á það sem gert vel í heiminum. Við höfum stundum, þessi iðnaður hefur oft haft það orð á sér að þetta sé svolítið skítugur iðnaður. Já. En það ekki lengur. Það búið að gera gífurlega mikið í því að taka þetta í gegn og breyta hlutum. Hér á Sauðárkróki hefur þessi verksmiðja verið hvað síðan 69, þá sem Loðskinn. Já. Og þá voru nú fleiri verksmiðjur í landinu. Já. Það voru allavega 3 og þær hafa nú verið fleiri í gegnum tíðina. Já. Ég man nú ekki alveg ártölin á þessu, en það var náttúrulega sútunaverksmiðjan á Akureyri, Skinnaiðnaður, og svo var sútunaverksmiðja SS og svo Loðskinn. Já, en hún eina sem lifir? Já. Hjarta verksmiðjunar í efnafræðistofunni. Þar fer öll þróunin fram, litablöndun og nýjar aðferðir prófaðar. Hér erum við að þróa alla hluti sem við gerum. Það gífurleg vinna í því að þróa og það stöðuvinna. Því að það alltaf eitthvað að gerast í þessum heimi og við þurfum að koma með nýjungar og á 2 ári þurfum við að koma með nýja liti og eitthvað. Þetta tískuvara og það mikil breyting alltaf á hverju einasta ári með hvaða litir eru inn, það matt eða glansandi, og þetta bara hluti sem við þurfum að fylgja eftir og verður alltaf mikilvægara og mikilvægara því að hraðinn eykst. Þarftu ekki kláran efnafræðing? Jú, það mann sem kann að hugsa og það náttúrulega með svona eins og allt annað. Þetta snýst rosalega mikið öguð vinnubrögð. Ef þú ert að prófa eitthvað, þá breytir þú bara einu í einu og þetta tímafrekt og þolinmæði. Sko, nýjasta varan okkar nú kannski svona vissuleyti afturhvarf til fortíðar. Því að sútun jú einn af elstu iðnum mannkynsins og þetta var snemma farið að nota trjábörk til að varðveita skinn í föt. Og við höfum svolítið snúið tilbaka því að við erum komið með vöru í laxi sem sútur með trjábörki. Hvað segir? Og hver kunni þetta ennþá? Þetta notað enn í dag heilmikið, barkasútun. En það dálítið flóknar að gera það í fiski heldur en í nautsvöðum. Já, þú talar laxaroðið, það náttúrulega ykkar sérgrein. Það okkar sérgrein og hlýrin og svo erum við með þorsk líka. En það sem sútað með berki alltaf svolítið stífara heldur en það sem sútað með kemískum efnum. En þannig að þar var hindrun þetta. Við náttúrulega megum ekki hafa roðið eins og skreið. Nei. Það annar markað. Já. En við erum búin að ná þessu. Við erum búin að ná þarna árangri og hefum verið að kynna þetta síðan í september. Ertu til að labba með mér aðeins verksmiðjuna og bara sýna mér hvernig þetta ferli Já. Okay. Til í það. Við í það. Þetta nú svona hinn pósturinn sem við erum að leggja áherslu á í dag. Það eru þessi náttúrulegu litir í íslensku gærunni. Og þetta náttúrulega eitt af því sem við seljum ferðamanninum okkar. Já, bara svona. Hérna á eftir aðeins að greiða smá úr þessu. Já.
Hérna náttúrulega sést hvað ullin frábær. Og þessi litur, eins og þessi grái litur, Já. Þetta svolítið sérstakt. Já, já. Og við eigum á mínum dómi möguleika í að gera mikið meiri verðmæti úr þessum náttúrulegu litum. Já. Gunnsteinn hefur áhyggjur af því að ekki sé lagt nógu mikið upp úr að hirða verðmæti gæranna og íslensku ullarinnar. Þar sé tala fyrir ótrúlega daufum eyrum. Við höfum kannski svolítið lítið verið að markaðsetja þetta sérstaklega. Já. En vilja útlendingarnir sem koma, vilja þeir bara gæruna svona? Já, þeir vilja hana bara svona og sérstaklega þessa náttúrulegu liti. Já, svo komum við að sauðfjárbændunum sem kannski að búa til hvítt sauðfé, en ekki þetta mislita. Já, þetta hafa náttúrulega verið, skilaboðin hafa verið að rækta hvítt út á ullinni. Já. En svo bara markaðurinn kallar eftir þessu og við getum selt þess á munnhærra verði heldur en hvíta. Já, ég skal trúa því. Þetta náttúrulega bara lögmálið framboð og eftirspurn. Eins og þessar vélar, þetta alveg bara gömlu vélarnar frá loðskinn eða? Já. Já. Þetta endist alveg vonu við? Þetta eru tiltölulega mjög einfaldar vélar. Já. Og þær geta endst alveg áratugum saman. Já. Og eins og núna þá bara verið að svona hvað segir maður, fínkempa þetta? Nú verið að svona, þetta náttúrulega ull og þegar þetta fer í gegnum sútuna sem í vatni, þá vill þetta flókna aðeins og það þarf að ná kemp úr því og jafna þetta og teygja þetta og það er mörg handtök við þetta. En það greinilega þið eru núna að leita eftir mislitu vegna þess að ég sé bara það hér. Já, við erum svolítið mikið að horfa á mislit núna. Já. Erlendi ferðamenn hafa komist á bragði með gestastofu Sútarans sem þau hjónin settu á laggirnar fyrir nokkrum árum og nú opin allt árið til að mæta eftirspurn. Við erum náttúrulega að selja bara roðin eins og þau koma fyrir og gærurnar og allt það og það er nú eitt af því sem að erlendu ferðamennirnir sækja mikið í, það eru gærurnar. Já. En svo er það líka bara, mjög margir kaupa sér bara roða, það finnst þetta svo merkilegt. Já. Því að það er bara þannig, flestir hafa aldrei séð þetta eða heyrt að þetta sé hægt. Já, það er nefnilega ennþá þannig. Já. En hvað er aftur langt síðan að þú byrjaðir á þessu, bara svona að því að þú varst að tala þolinmæðin á það? Já, þetta er í roðin, það má segja að við vorum með einhvers konar sútur svona 95. Já. En svona alvöru vara er kannski kringum 2000. Já, ok, 15-16 ár. Já. En þannig að fólk er bara að koma og það sér þetta og trúir kannski ekki að þetta sé fiskur. Nei. Það hafi verið það einhvern tíma. Og það er náttúrulega fyrsta sem margir gera, það er að reka nefið í þetta. Já. Þannig að það sé ekki fiskilykt af þessu. Já, sem það er náttúrulega. Það er svona fyrsta vísbending alltaf þessi hefur ekki séð þetta áður. Já, akkurat. En þannig að roðin er að seljast hérna alveg í förmum bara? Já, það selst töluvert af roðum, en svo erum við náttúrulega líka með bara vörur frá okkar viðskiptavinum hérna innanlands. Já. Það er býsna margt fólk sem er að gera eitthvað úr þessu hérna á Íslandi. Já. Og hefur bara heldur verið aukast og náttúrulega sölumöguleika þessa fólks hafa líka stór aukist með meiri ferðamennsku. Já. Þannig að En á þessu sýningu sem þú ert að fara út, eruð þið þá að fara með vörur íslenskra hönnuða eða? Við erum oft með einhverja vörur svona meira til að sýna hvað er hægt að gera úr þessu. Já. Það er nú þannig að þetta er náttúrulega mikið minni skinn heldur en flest sem að menn er að vinna með. Og það þarf ákveðna tækni til að leysa þessi vandamál, stærra vandamál. Hvernig á að láta þetta líta út, hvernig á að láta passa og hvernig best að sitja saman og allt það. Já. Og þá er gott að hafa eitthvað í höndunum svona til að sýna þetta hefur verið gert svona. En þetta er náttúrulega þannig sýningar að þarna eru tómir framleiðendur eða hönnuðir sem eru að koma. Þannig að þeir eru svo sem ekki að velta fyrir sér einhverju þannig. Nei. En þeir eru fyrst og fremst að leita efni.